ég segi það, fund bæjarstjórnar settan, fyrir okkur liggur dagskrá í 16 liður. Þetta fundur númer 3486 og fyrsti liður á dagskrá, það eru breytingar í nefndum, lögð fram tillaga breytingu á skipan varafulltrúa í svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar. Tryggvi Már Ingvarsson verði varafulltrúi í stað Þórhalls Jónssonar. Orðið laust, sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá koma öðrum lið á dagskrá. Það er lögð fram tillaga B-lista breytingu á skipan varafulltrúa í velferðarráði. Inger Rós Ólafsdóttir verði varafulltrúi í stað Petru Óskar Sigurðardóttur. Orðið laust, sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það eru 11. Þá koma þriðja lið á dagskrá, Lánasjóður sveitarfélaga, lántaka 2020 og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér tekið fyrir liður 2 í fundargerð bæjarráðs frá 3. desember síðastliðnum, en þar var lagður fram lánasamningur frá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 800 milljónir króna. Bæjarráð samþykkti lántökuna og vísaði til afgreiðslu hér í bæjarstjórn. Þetta í 5. sinn sem við samþykkjum lántöku hjá Lánasjóðnum á þessu ári og heildarfjárhæðin komið með þessari lántöku í rétt tæpar 3 milljarða króna. Þetta er ennfremur annar ádráttur á samþykktri lánsheimild hjá Lánasjóðnum upp á 3 milljarða króna og eftir stendur heimild hjá sjóðnum upp á 1,4 milljarða króna. Eins og alltaf þarf að samþykkja sérstaka bókun vegna samþykktar á lántöku hjá Lánasjóðnum sem forseti bæjarstjórnar mun lesa hér upp fyrir atkvæðagreiðslu, en ég legg til að bæjarstjórn samþykki lántökuna. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Lokið máli sínu, orðið laust. Þeir sem geta samþykkt lántökuna. Já, með bókuninni eða bókunin er... Já, ég ætla að lesa bókunina, augnablik. Samþykkið hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að 800 milljónir króna með lokagjaldaða þann 5. apríl 2034 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Bæjarstjórn samþykkir að til trygging að láninu höfuðstól verðbóta, auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 64. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjur og framlög til sveitarfélags og jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnunar og framkvæmda sveitarfélags og endurfjármögnun afborgana eldri lána sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Ásthildi Sturludóttur bæjarstjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Akureyrarbæjar að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari þar með talið beiðni útborgun láns. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það er 11. Þá er komið að 4. lið, fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar, viðauki, til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Þetta ágætu bæjarfulltrúar. Hér tekin fyrir 11. liður í fundargerð bæjarráðs 10. desember, en þar var lagður fram 17. viðauki fyrir fjárhagsárið 2020. Viðaukinn er vegna kjarasamninga, annars vegar við félag grunnskólakennara upp á 36,4 milljónir og hins vegar við félag íslenska hjúkrunarfræðinga upp á 106,5 milljónir króna. Þá er bakfærður úr viðauka 13, tekjulækkun vegna COVID-19, útsvarstekjur 249 milljónir króna og tekjur jöfnunarsjóðs 273,6 milljónir króna. Samhliða þessum breytingum er gerð tilfærsla á málaflokki atvinnumála og málaflokk menningarmála vegna aukinna framlaga til minjasafnsins 3 milljónir króna. Áhrif viðaukans 379,6 milljónir króna er mætt með hækkun á handbæru fé. Kannski aðeins að útskýra þetta, þannig erum við að færa tilbaka viðauka vegna tekjulækkunar sem gert var með viðauka 13. Kannski verið í miðju COVID-inu svolítið fullfljótt á okkur að fara út í að lækka tekjurnar. Það er að segja frá upphaflegri áætlun.
Það er rétt að mati okkar að láta áætlunina sem þetta upphaflega áætlun á sér standa þegar þetta kemur útsvarstekjum og tekjum jöfnunarsjóðs, þannig að það er í rauninni verið að lagfæra þetta tilbaka. Annað er ekki og viðaukinn er hér lagður fram til samþykktar. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta staðfest ákvörðun bæjarráðs gefi merki. Nú er Hilda Anna frosin. Já, það er allavega 10 búin að samþykkja. Hilda, þú getur sett það inn á chati hvort þú ert með á móti. Þetta er pendi. Já, ok, það er komin 11. Takk fyrir það. Þá er komið að 5. liður á dagskrá, gatnagerðargjöld og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér er tekin fyrir liður 5 í fundargerð bæjarráðs dags 10. september, en þar var tekin fyrir liður 25 í fundargerð skipulagsráðs dags 9. nóvember breytingu á gjaldskrá gatnagerðargjalda sem taka á gildi 1. janúar 2021. Í breytingu felast að í grein 4.3 í reglunum hækkar hlutfall gatnagerðargjalds fyrir fjölbýlishús úr 5% í 7,5%. Aðeins til að fylgja þessu eftir þá er það svo að gatnagerðargjöld byggja á lögum gatnagerðargjald númer 153 frá árinu 2006. En þar er kveðið á að sveitarfélög beri að innheimta gatnagerðargjald og skal gjaldið vera 15% af byggingarkostnaði fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis eins og er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu. Sveitarfélögum er þó heimilt að ákveða að gjaldið geti verið mismunandi eftir tegund eigna og gjaldið getur þannig verið mishátt eftir því hvort er að ræða einbýlishús, parhús, raðhús eða fjölbýlishús. Þannig höfum við verið með hámarksgjald á einbýli 15%, 10% á par, rað, tvíbýlis og keðjuhúsum og 5% á fjölbýlishúsum. En það er kannski athyglisvert og ég ætla bara að fá að bregða hérna upp glæru sem að sýnir svona aðeins, ef ég má deila hérna með ykkur, kannski aðeins athyglisvert að bera þetta saman í rauninni hvernig gatnagerðargjöld eru hjá þeim svona, ég tók hérna nokkur gatnagerðargjöld eftir valin sveitarfélög sem eru kannski svipaðri stöðu við og sjá svona hvernig þetta hefur verið og við sjáum þarna að það eru flestöll sveitarfélögin að nýta sér hámarksprósentuna á einbýlishús nema Akranes er þarna með aðeins lægri fjárhæð 13,7%. Í raðhúsum eru við svona kannski í lægri kantunum, Akranes er þó fyrir neðan okkur en við erum þá lægstir. Síðan eru fjölbýlishúsin, þar eru við með 5%, Kópavogur með 4,9%, Hafnarfjörður með 15%, Akranes hefur hækkað sig upp í 7,6% og gerði það síðasta ári, Árborg með 11% og Reykjavík með 5,4%. Og svo sjáum við þarna að við erum næstlægstir í atvinnuhúsnæðum. En það er nú bara þannig að gatnagerðargjöld segja ekki alla söguna. Það er nefnilega, sveitarfélög hafa í æ ríkara mæli verið að koma inn með alls konar viðbótargjöld eins og byggingarréttargjöld, Kópavogur leggur á byggingarréttargjald, lóðargjöld sem að Hafnarfjarðarbær notar og síðan náttúrulega er það þannig að í Reykjavík og fleiri stöðum á höfuðborgarsvæðinu er verið að selja lóðir og eins og menn vita þá er mjög umdeilt og hefur verið mikið í umræðunni upp á síðkastið svokölluð innviðagjöld sem er enn til viðbótar við það sem að Reykjavíkurborg hefur verið að leggja á. Og þetta má eiginlega segja að sé ígildi gatnagerðargjald allt saman. Og ég tók hann bara sem dæmi að með þá gjaldskrá sem er í gangi núna 75 fermetra fjölbýlishúsaeign, að þá eru við að rukka í gatnagerðargjöld fyrir slíka eign 875.000 krónur í dag. Kópavogur og Hafnarfjörður með 3,8 milljónir fyrir þessa sömu eign. Akranes kaupstaður er að rukka 1,3 milljónir og Árborg með 1,9 milljón. Þannig að það má segja með þessari hækkun séu við í rauninni að nálgast þessi sveitarfélög með einhverjum mætti það að segja Akranes og Árborg, við erum langt á eftir Kópavogi og Hafnarfjörður enda höfum við ekki verið með nein byggingarréttargjöld. En gatnagerðargjöldum er ætlað að verja til gatnagerðar í sveitarfélaginu og viðhaldsgatna á annarra mannvirkja og það er ljóst á þessu samanburði að við stöndum mjög höllum fæti í samanburði þessi sveitarfélög. Rætt hefur verið það hvort að rétt sé að taka upp einhvers konar byggingarréttargjald eða byggingargjöld eða jafnvel að selja lóðir
og til að mynda var ákveðið að selja byggingarétt á Skarðshlíðarlóðinni þar sem nú stendur til að byggja heilsugæslu. Þá höfum við líka nýtt okkur það að vera með hærra gatnagerðargjald á miðbæjarreitnum. Sú hækkun sem hér er lögð til, það er að segja hækka gatnagerðargjöld úr 5% í 7,5% af fjölbýli tímabær og ég myndi segja löngu tímabær og ég held að bæjaryfirvöld verði að skoða frekari útfærslur gjaldtöku gatnagerðargjald á komandi árum. Að því sögðu legg ég til að tillaga hækkun á hlutfalli gatnagerðargjalds fyrir fjölbýlishús hækki úr 5% í 7,5%. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Þar sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessi gatnagerðargjöld sem lögð eru til, gefur merki. Það er 11. Þá er komið að 7. lið á dagskrá. Gjaldskrár Akureyrarbæjar, til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér er lagður fram liður 1 í fundargerð bæjarráðs frá 10. desember, en bæjarráð samþykkti með 5 samhljóða atkvæðum að vísa gjaldskrám Akureyrarbæjar 2021 með þeim breytingum sem gerðar voru á fundinum til afgreiðslu hér í bæjarstjórn. Gjaldskrám með þeim breytingum sem gerðar voru á fundinum liggja nú fyrir bæjarfulltrúum. Meginregla í gjaldskrárhækkunum var að miða við 2,5% hækkun og er það að mestu gegnum gangandi í gjaldskránni. Vissulega er það þannig að einstaka stað er meiri eða minni hækkun þegar er að ræða minni fjárhæðir. Þá hefur komið fram í umræðunni og farið var yfir við fyrri umræðu að fæði í grunnskólum hækkar 7% á milli ára sem stafar af auknum hráefnis- og launakostnaði. Annars er lítið þessa gjaldskrá að segja meira nema þá það að stjórn Hlíðarfjalls hefur lagt til að eldri borgarar fái forsölu kjör á vetrarkortum alla skíðavertíðina eða 30% afslátt frá árskorti. Og því verður bætt inn í gjaldskrána. Ég legg því til að fyrirliggjandi gjaldskrá verði samþykkt með þeirri breytingu með þeirri breytingu. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu og aðeins til leiðréttingar þá telst að vera sirka 20% afsláttur. Nú var það 20. Fyrirgefðu En alla. orðið er laust. Orðið er laust. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt framlagða gjaldskrár gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það. Það er komið á 7. lið á dagskrá, það er álagning gjalda útsvar 2021. Þetta er liður 2 í fundargerð bæjarráðs dagsettur 10. desember 2020. þar sem lögð var fram tillaga útsvarspróst í staðgreiðslu opinberra gjalda á árinu 2021 í Akureyrarbæ. Bæjarráð samþykkti með 5 samhljóða atkvæðum að útsvar verði 14,52% á árinu 2021 og vísa tillögunni hér til bæjarstjórnar til afgreiðslu og orðið er laust þessa tillögu. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeim sem geta samþykkt hana gefur merki. Það eru 11. Þá er komið að 8. lið, álagning gjalda, fasteignagjöld 2021 og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er lögð fram álagning fasteignagjalda fyrir árið 2021 og það er í rauninni lítil breyting á því nema að nú er það þarf að gera breytingu frá því sem var lagt fram í bæjarráði að það er A-flokkur verði allur í 0,33% af fasteignamati húsnæðis og húsa og lóða. Við ræddum það á bæjarráðsfundi, þá var ákveðið atriði þar sem að sneri að hesthúsum en við erum þá að gera það fyrir að það sé fasteignaskattur sé bara allur 0,33% í A-flokki og verður leiðrétt. Við erum líka að gera í þessari gjaldskrá gert ráð fyrir því að vaskgjald hækki 2,5% og ég ætla nú ekki að vera að lesa allar þessar tölur upp, það verður til að æra óstöðan, en vaskgjaldi er hækkað 2,5% og aukavaskgjaldi líka. Við erum líka að taka fráveitugjöldin og hækka þau 11% eins og fram hefur komið í umræðunni og síðan sjáum við þarna, og eins og þarna fjárhæðir sem ég ætla ekki að vera að lesa upp og svo erum við að gera ráð fyrir 3,5% hækkun á sorphirðugjaldi. Allt þetta í rauninni þýðir það að fasteignagjöldin samtals eins og við höfum verið að tala þar að segja og íbúar eru rukkar mánaðarlega
af fasteignum sínum 8 sinnum á ári, þau eru að hækka að meðaltali 2,5% þegar það tekið er tillit til þessara hækkana. Þannig að við erum kannski með þessu, af því að við erum ekki að breyta fasteignasköttum, þá erum við með þessu að hafa fasteignagjöldin í í svona takti við það sem hefur verið talað með gildandi kjarasamningum eða í tengslum við lífskjarasamningana. En þetta er hér lagt fram til samþykktar. Þá er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefið merki. Það eru 11. Þetta gengur hratt og örugglega fyrir sig. Það er komið að 9. lið á dagskrá, álagning gjalda fasteignagjöld 2021 og reglur afslátt. Og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Takk fyrir það enn og aftur, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lagður fram liður 6 í fundargerð bæjarráðs dagsett 10. desember, en það var lögð fram tillaga reglum afslátt til tekjulítilla elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti 2021. Bæjarráð samþykkti með 5 samhljóða atkvæðum að vísa tillögunni með þeim breytingum sem gerðar voru á fundin til afgreiðslu bæjarstjórnar. Ég ætla aðeins að fá bara að bregða þessum tölum upp þannig að fólk geti aðeins átt að segja hvað við erum að tala um. Ef við horfum bara á þessa tölu hérna þá í rauninni þá er það þannig að við erum að gera nokkra breytingar á þessu. Við erum að hækka lágmarksfjárhæðina upp 14%, þannig að þeir sem að fá fullan afslátt, það verða fleiri væntanlega sem fá fullan afslátt með þessu og við förum þarna upp í 4,6 milljónir hjá einstaklingum, og síðan fer þetta línulega niður og engin afsláttur er eftir 5,7 milljónir rúmar. Hjá hjón- og sambúðarfólki er þetta eins að við erum að hækka þessa lágmarksfjárhæð tæplega 14%, förum í 6.142.000 krónur á ári og engin afsláttur eftir 7,6 milljónir, eða tæplega 7,7 milljónir. Þetta er svolítið breyting, þar að segja við erum að hækka lágmarksfjárhæðirnar en jafnframt að þrengja bilið þarna á milli sem þar til engin afsláttur er. Eins og ég segi, það eru breytt viðmið. Við erum þó með hámarksfjárhæð sem er 117.700 krónur sem er hámarksafsláttur sem hægt er að fá á segja ykkur, þessum fasteignaskatti, og þegar að útreikningurinn þá er miðað við tekjur ársins 2019. Fólk er ekki að sækja þetta, kemur bara út frá skattskýrslum viðkomandi einstaklinga og reiknar sjálfkrafa og fer í afsláttin, en hins vegar ef að fólk er efins og telur sig eiga rétt á þessu þá að sjálfsögðu getur það haft samband við fjársýslusvið og fengið að koma að leiðréttingu eða fengið skýringar. En reglurnar eru lagðar hér fram til samþykktar. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vildi bara fagna þessari breytingu til að hún sé í miklu samræmi við þann sáttmála sem við höfum gert með okkur. Ég fagna því líka bara undanfarin ár höfum við náð að vera að færa okkur kannski aðeins nær því sem gengur að gerist þáttur við séum með þessi línulegu viðmið sem ég held að séu mjög góð. Þannig að ég bara vildi henda í eitt fagn svo fundurinn er ekki bara myndi. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt þessar reglur afslátt og kjör gefið merki. Það eru 11. Takk fyrir það. Þá er komið að 10. lið á dagskrá, fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2021-2024 og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Takk fyrir það, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Fjárhagsáætlun er nú lögð fram til seinni umræðu hér í bæjarstjórn, en fyrri umræða fór fram á fundi bæjarstjórnar þann 1. desember síðastliðinn. Á þeim fundi fór ég yfir forsendur fjárhagsáætlunar, helstu rekstrartölur sem og framkvæmd áætlun. Í kjölfarið fóru svo formið ráða yfir helstu áherslu þeirra sviða á komandi ári. Á milli umræðna hefur verið gerðar smávægilegar lagfæringar og breytingar á áætlun sem breyta heildarmyndinni þó óverulega og ekki ástæðu til að tíunda sérstaklega þessar breytingar hér.
Rétt er að geta þess að síðastliðinn þriðjudag héldum við íbúafund fjárhagsáætlun í fjarfundi sem heppnaðist vel í alla staði að mínu mati og ég tel að slík nálgun og samtal við íbúa sé árangursríkt og verði nýtt í meira mæli á komandi árum. En hvað það? Ég tel rétt hér í dag að byrja á því að fara lauslega yfir forsendur fjárhagsáætlunar. Við gerð fjárhagsáætlunar stuðst við forsendur útgefnar af Sambandi íslenskra sveitarfélaga en gert ráð fyrir að hagvöxtur verði 3,9% á árinu 2021 eftir mikinn samdrátt á yfirstandandi ári og verðbólgan verði 2,7%. Það með þetta eins og svo margt annað þessa dagana að óvissan hefur líkast til aldrei verið meiri og forsendur geta fokið út í veður og vind á nýju ári. Hins vegar jákvætt að kjarasamningar eru klárir og því ekki mikil óviss þróun launa næstu ár. En hins vegar ljóst að miklar hækkanir launa munu klárlega íþyngja rekstri sveitarfélagsins í ár og á komandi árum. Íbúafjölgun nokkuð hæg og jöfn og hefur verið og við gerum ráð fyrir að Akureyringar verði orðnir 19.425 í árslok 2021. Ég fór nokkuð vel í gegnum þessar forsendur við fyrri umræðu, auk þess að við hér áðan samþykkt bæði óbreytta útsvars- og fasteignaskattsprósentur og gjaldskrár sem hækka almennt 2,5% eins og rakið var hér fyrr þegar við samþykktum gjaldskrá. En snúum okkur á tölunum. Í rekstrarreikningi samstæðunnar A og B-hluta gert ráð fyrir að tekjur verði 24,7 milljarðar króna en rekstrargjöld fyrir utan fjármagnsliði verði 22,2 milljarðar. Niðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði því jákvæðum tæplega 2,6 milljarðar króna. Afskriftir eru 2011 milljónir króna, fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur nema 696 milljónum króna og áætlaður tekjuskattur 45 milljónum. Við gerum svo ráð fyrir óreglulegum lið 55 milljónir króna sem hagræðing í rekstri sem á eftir að útfæra. Rekstrarniðurstaða A og B-hluta neikvæð 1.111 milljónir króna og hefur versnað 43 milljónir króna vegna þeirra breytinga sem gerðar hafa verið milli umræðna og ég nefndi hér í upphafi. Samkvæmt yfirlitum sjóðstreymis samstæðunnar veltufé frá rekstri áætlað 2.314 milljónir króna eða sem svara 9,3% af rekstrartekjum. Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum áætlað 4.239 milljónir króna. Afborgunar langtímalán áætlað nemið 1.098 milljónir króna og gert ráð fyrir að tekið verið lán fyrir 2.650 milljónir króna á árinu. Samkvæmt áætlun gert ráð fyrir að handbært fé sveitarfélagsins verði tæplega 1,8 milljarðar króna í árslok 2021. Áætlaðar eignir sveitarfélagsins í efnahagsreikningi 31.12.2021 verði bókfærðar á 61,1 milljarð króna, þar af eru veltufjármunir 4.993 milljónir. Skuldir sveitarfélagsins með lífeyrisskuldbindingum áætlaðar samkvæmt efnahagsreikningi 37,8 milljarðar króna í árslok 2021 og þar af eru skammtímaskuldir 5.054 milljónir króna. Bókfært eigið fé áætlað að nemi 23.326 milljónir króna í árslok 2021 og eigið fjárhlutfall því áætlað 38,2%. Skuldir sveitarfélagsins áætlaðar í árslok 2021 153% af tekjum. Hér við að ræða skuldafjárhlutfall en ekki það skuldaviðmið sem stjórnvöld setja við rekstur sveitarfélaga sem nokkuð lægra þetta hlutfall og sveitarfélagið því innan þeirra marka sem sett fjárhagslega stöðu sveitarfélagsins. Veltufjárhlutfall samstæðan að áætlað 0,99% í árslok 2021. Vert að vekja athygli á því að kennitölur samstæðuna breytast töluvert frá fyrra ári og munar þar helst í skuldahlutfalli sem hlutfall skulda af rekstrartekjum en það hlutfall hækkar nokkuð þegar tekjur öldrunarheimila hverfa úr rekstrinum. En aðeins að A-hlutanum þá gert ráð fyrir að tekjur A-hlutans verði 20.390 milljónir króna og rekstrargjöld A-hluta 19,7 milljarðar, 19,8 milljarðar tæpir. Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliðar neikvæð 415 milljónir króna og fjármagnsliðir áætlaðir 989 milljónir króna og áætlun gerir ráð fyrir að A-hluti sveitarfélagsins skili neikvæðri rekstrarniðurstöðu upp á 1.350 milljónir króna og hefur versnað 38 milljónir króna vegna þeirra breytinga sem gerðar hafa verið milli umræðna og ég nefndi hér í upphafi.
Samkvæmt yfirlitum sjóðstreymi er veltufé frá rekstri hjá A-hluta áætlað 749 milljónir króna eða sem svarar 3,7% af rekstrartekjum. Við fyrri umræðu fjárhagsáætlun fór ég eins og áður segi yfir helstu fjárhagsstærðir og formenn ráða fór yfir helstu áherslur á sínum sviðum. Í dag mun ég fara yfir þessi helstu mál og bregða upp slæðum af stærstu málaflokkunum og þeim áherslum sem þar verða á komandi ári og árum. En fyrst aðeins að skiptingu málaflokka sem við sjáum hér. Eins og sjá má hér eru fræðslumálin langstærst hjá okkur eða sem svarar tæpum 48% af skatttekjum. Við sjáum að félagsþjónusta er 26% rúm, æskulýðs- og íþróttamál eru 13,5%, sameiginlegur kostnaður og lífeyrisskuldbindingar eru 8,4%, umferðarsamgöngumál eru 6% af skatttekjum, menningarmál 5,3%, umhverfismál 2,1% og svo framvegis. Við sjáum að þetta er náttúrulega verulega, ef við leggjum þetta allt saman, þá er þetta yfir 100% og það er einfaldlega vegna þess að skatttekjurnar eru minni heldur en rekstrarkostnaðar málaflokka og rekstur aðalsjóðs er í halla og nokkuð töluverðum eins og maður segir. En ef við skoðum aðeins bara stærstu málaflokkana og byrjum hérna á fræðslumálunum, þá sjáum við þarna að fræðslumálin taka til sín á árinu 2021 8,5 milljarðar tæpi, 8.456 milljónir króna samkvæmt áætlun og þar erum við að sjá svona það helsta að við tökum í gagnið nýja leikskóla við Klappi í annað haust en næsta haust og samhliða því þá getum við farið inn að tekja inn 12 mánaða börn í leikskóla sem er sögulegt í okkar bæjarfélagi og hefur í rauninni er eitt af þessum kosningamálum okkar sem allir lögðu áherslu á fyrir síðustu kosningar og er gleðilegt að sjá að það er að gerast. En svo kemur fram áðan þá er 2,5% hækkun á leikskólagjöldum en hins vegar þurftum við að hækka fæðisgjald 7% sem er einfaldlega vegna þess að hráefnis- og launakostnaður hefur hækkað og það er gert ráð fyrir að þessi kostnaður standi undir hráefnis- og launakostnaði. En á sama tíma tókum við út aðra reiknaða liði þannig að við þurftum ekki að hækka þetta eins mikið eins og hefði þurfti að öllu óbreyttu. Við erum að taka í gagnið nýja menntastefnu og svo erum við að gera ráð fyrir enduruppbygging Lundarskóla sem að ljúki á árinu 2022 ef allt gengur upp. Þannig að við erum að ráðast í mikla framkvæmdir þar. Förum aðeins nánar yfir það síðar. Í félagsþjónustu þá sjáum við það að við erum að gera ráð fyrir 4,6 milljörðum til félagsþjónustunar og þannig erum við að sjá lækkun frá fyrra ári einhverjar 200 milljónir króna. Þar mun náttúrulega helst framlag til öldrunarheimilana sem er á þessu ári yfir 500 milljónir króna frá aðalsjóði til öldrunarheimilana. En hins vegar á sama tíma þá náttúrulega hafa orðið launahækkanir og auk þess erum við að auka þjónustu sem við sjáum nú vel þarna þegar við berum saman árið 2009 og síðan komið til ársins 2021. Og þar er helst að telja að við erum í rauninni að tókum í gagnið á þessu ári þjónustu gjarnan við Klettaborgir sem er þá í fullum rekstur árinu 2021. Við ætlum að taka 5 íbúðir taka í gagnið 5 íbúðir fyrir fólk með fjölþætta vanda á árinu og við höfum verið að stórauka þjónustu vegna málefna fatlaðra. Það er hins vegar þannig að eins og staðan er í dag þá erum við með töluverðan halla af málaflokknum, þar að segja að tekjur frá jöfnunarsjóði og skatttekjur standa ekki undir þessum kostnaði sem er að hljótast af síauknum kröfum í þessum málaflokki og það er eitthvað sem við þurfum að taka upp og hafa þegar verið teknar upp viðræður við ríkið á vegum sambandsins og væntum við þess að við sjáum leiðréttingar á þessu í framtíðinni. En að sjálfsögðu munum við ekkert slaka á í þjónustu í þessum málaflokki. Og það vekur upp þessa endalausu spurningu sem þarna er settur sem punkturinn, þar að segja tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga. En við erum eins og ég sagði áður að fara að skila rekstri öldrunarheimila til ríkisins en þó kom náttúrulega fram í fréttum í dag að við höfum ákveðið gert samkomulag við ríkið að halda á rekstrinum næstu 4 mánuðina. Það má segja að það eru veruleg vonbrigði fyrir okkur að ríkið skuli ekki hafa geta staðið sína plikti í þessu. Strax í upphafi árs var þeim gert grein fyrir því að við myndum ekki framlengja samninginn rekstur öldrunarheimila sem rennur núna út áramótin og mitt ár hófust samningaviðræður yfirtökuna og í kjölfarið var tilkynnt að HSN myndi yfirtaka reksturinn. Hins vegar hljóp snuðra á þráðinn og frá þeim tíma hefur vegna tæknigalla einhverjar og frá þeim tíma hefur þetta verið í hálfgerðu uppnámi og til þess í rauninni að höggva á þennan hnút höfum við gert samkomulag við ríkið að halda á þessum rekstri næstu 4 mánuðina
bara til þess að tryggja það að ró fáist yfir bæði fyrir starfsmenn og vistmenn á þessu hjá öldrunarheimilunum sem afar mikilvægt, en samhliða því höfum við gert ríkinu alveg skilmerkilega grein fyrir því að þessi 4 mánuði verði nýttir til þess að klára þessi mál í eitt skipti yfir öll. Til æskulýðs- og íþróttamála erum við að verja 2,4 milljörðum tæpum og þarna erum við að sjá aðeins lækkun frá fyrra ári og það er helsta skýringin á því að við erum að gera ráð fyrir að við erum að fá meiri tekjur inn á árinu. Við vonumst til þess að Hlíðarfjall, við erum að gera ráð fyrir minna framlagi til Hlíðarfjalls vegna að við gerum ráð fyrir að Hlíðarfjall sem B-hlutafyrirtæki fái meiri tekjur. Og auk þess erum við líka að sjá auknar tekjur á sundlaugin en við þurftum að lækka það á þessu ári. En aðeins að því helsta, við erum náttúrulega með uppbyggingu íþróttamannvirkja, við erum á þessu ári og ég fer kannski yfir það betur á eftir þegar við förum yfir íþróttamannvirkin og framkvæmdir. Við erum að endurskoða starfsemi ungmennahússins, það er við unnið með mælaborð vegna barna sem er mikilvægur þáttur í okkar starfsemi í frístundaráði og það er náttúrulega í tengslu við barnasáttmála sem við erum áfram að vinna með. Og við ætlum að endurskoða starfsemi punktsins á árinu 2021. Aðeins að umferðar- og samgöngumálum, þar erum við að sjá fram á breytingu á leiðakerfi, en eins og menn vita þá hefur við á undanförnum vikum verið að eiga samráð við íbúa nýtt leiðakerfi og nú er verið að vinna úr þeim ábendingum og svona fara yfir það hvaða möguleika við eigum til þess að verða við ábendingu sem bárust, fjölmargar ábendingar sem bárust vegna þess nýja leiðakerfis og má vænta þess að þær nýjar tillögur komi fljótlega í ljós eftir áramótin. Við ætlum líka að vinna hagræðingu í snjómokstri og bara aðeins að því að þá erum við alls ekki að draga úr neinni þjónustu. Fyrst og fremst erum við að hagræða og vita hvort við getum ekki gert hlutina betur, en að sjálfsögðu munum við moka götur og stíga eins og gert hefur verið til þessa, en alltaf má gera betur. Auðvitað náttúrulega vonum við að sjálfsögðu til þess að máttaryfirvöld verði okkur hagstæð á næsta ári. Ja, og þannig að það má alltaf vona. Til menningar og atvinnumála, þá sjáum við hérna þessa tölur sem er varið til menningar og atvinnumála og þetta er þeir málaflokkar sem að heyra undir Akureyrarstofu og við sjáum hérna að atvinnumálin sem er efri dálkurinn að við erum að sjá lækkun þarna á framlögum einhverja 30 milljónir. Þar eru stærsti hluturinn af því að við erum stærsta skýringin á því að við erum að loka upplýsingamiðstöðinni. En í menningarmálunum sem þarna er neðri súlurnar, ef fólk sér þetta er náttúrulega voðalega smátt allt saman, en þá sjáum við að það eru litlar breytingar. En helstu áhersluatriði þarna er að við erum að vinna að atvinnustefnu. Það var samþykkt að gera nýja atvinnustefnu í bæjarstjórnum fyrir skömmu. Það verður unnið í því árinu á samkeppnisgreiningu. Eins og ég sagði þá verður upplýsingamiðstöðin lokað. Það hefur verið endurskoðað menningarstefnu og innleiða aðgerðir safnastefnu. Og svo er menningarsamningur, hann er nú í hálfgerðu uppnámi. Það liggur fyrir að hann rennur út áramótin en það hefur staðið yfir viðræður en það mun samt sem áður ekki hafa áhrif á rekstrarafkomu bæjarins vegna þess að öll sú viðbót sem við fáum í menningarsamningin mun að mínum að til renna beint til menningarfélagsins. Þannig að það er svona bara inn og út tala. Að sameiginlegu kostnaði þá erum við að fara í það að einfalda stjórnsýsluna. Við höfum verið að einfalda hana. Við tókum á þessu ári og gengum frá sameiningu fjölskyldu- og búsetusviðs undir eitt velferðarsvið. Þannig að það er mikið fagnaefni að þeirri vinnu skuli vera lokið en við erum ekki hætt og erum að skoða fleiri valkosti. Við erum mikið að horfa til stafrænna lausna og nú nýverið þá var kynntur á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga vinna sem er að fara í gang varðandi samstarf sveitarfélaga í rafrænum lausnum og aðalega sem snúast að Ísland.is og ég trú á því á að komandi árum munum við sjá mikla breytingar í öllu því umhverfi sem íbúar og þjónustuþegar bæjarins mæta þegar þeir koma inn í nýtt umhverfi og það verður spennandi að sjá hvernig þróunin verður á næstu árum. Við höfum tekið íbúasamráð og nægir bara það nefna að við höfum verið að vinna það náið í sambandi við strætisvagnamálin. Við áttum íbúasamráð með ungu fólki í aðdraganda þegar vinnu sem fór í gang við strætisvagnasamgöngur, þannig að við höfum verið að auka þetta. Ég tel líka með bara að það sé núna að opnast nýjar víddir í þessu til þess að ræða beint við íbúa með því að kalla þá til fjarfunda
sem oft auðveldara heldur en að fá fólk til að mæta á svæðið og það hefur sýnt sig í þeim fundum sem við höfum haldið upp á síðkastið bæði varðandi fjárhagsáætlunargerð og vegna miðbæjarskipulags að fólk kann að meta þennan valkost, þannig ég held að það sé eitthvað sem við munum nýta okkur meira í íbúasamráði í framtíðarinnar. Og svo hefur náttúrulega komið fram að við höfum verið að lækka nefndalaunin og 5%, eða munum lækka nefndalaunum 5%, það er að segja laun til bæjarfulltrúa og annarra nefndarmanna. En ef við höldum áfram með þessar glærur, þá skal ég segja þá og förum aðeins og skoðum fjárfestingar. Þá ætla ég aðeins að fara í smá sögurskoðun áður en ég byrja á því. En veltufé á rekstri ein mikilvægasta tala í rekstri sveitarfélagsins og sú fjárhæð sem að eftir þegar búið að greiða rekstrargjöld og við höfum til að fjárfesta og greiða niður skuldir. Og þetta svona kannski svo tala sem ég oftast tala að sé mikilvægt að horfa til þegar við erum að ræða fjármál sveitarfélaga. Þannig að mikilvægt samspil veltufés frá rekstri og fjárfestinga og ljóst að ef að veltufé frá rekstri lægra en fjárfestingar því það klárlega aukna við lántökur. Við sjáum vel á þessari mynd hjá samstæðinu síðustu 10 árin að þetta hlutfall í nokkuð góðu lagi fram til ársins 2018 en þá eru mikla framkvæmdir í gangi og þá sérstaklega við hitaveitu og fráveituframkvæmdir hjá Norðurorku. Við sjáum svo að samkvæmt áætlun næstu ára mun þetta hlutfall verða þannig að lántökur eru óhjákvæmilegar. Ef við skoðum þetta hlutfall á A-hluta þá sjáum við allt frá árinu 2013 hefur veltufé frá rekstri verið hærra en fjárfestingar sem þýðir í raun að við höfum verið að greiða niður skuldir sem aftur þýðir að við erum í dag betur í stakk búin að takast við stöðuna sem við stöndum frammi fyrir í þeirri, hvað ég segja, bara þeim COVID-hörmungum sem við stöndum frammi fyrir í dag og þannig að ég held að við séum með því að ef við horfum svona tilbaka og sjáum þetta þá sjáum við það að það hefur kannski verið skynsemi á þessum síðustu árum í rekstri A-hluta sem gerir það verkum að við erum betur í stakk búin til þess að takast á við það sem við erum að fara að gera í dag og við ætlum að framkvæma mikið og ef við horfum aðeins á það þá sjáum við að fjárfestingar ársins 2021 áætlaðar 4.239 milljónir króna og heildarfjárfestingar áranna 2021 til 2024 eru 14,3 milljónir rúmar. Ef við skoðum einstaka og svona horfum aðeins á þessa helstu liði, við gjarnan horfum til fjárfestinga í fræðslumálum og íþróttamálum, en það eru þeir málaflokkar sem hefur verið fjárfest mest í og yfirleitt alltaf mestu fjárfestingana. Það það sem uppbyggingin hvað mest. Og ef við horfum aðeins á fræðslumálin á tímabilinu 2021 til 2024, þá erum við að fara að framkoma í Lundarskóla, í uppbyggingu Lundarskóla fyrir 1150 milljónir á þessu tímabili. Klappir taka til sín 730 milljónir, en við stefnum, það verður reiknað með því að þeim framkvæmdi ljúki öllum á árinu 2021. Glerárskóli kemur svo aftur inn í framkvæmdaáætlun á árinu 2023 og 2024. Við þurftum að fresta þeirri framkvæmd, við vorum í rauninni með svona ákveðið kerfi ætluðum að láta það ganga fljóta fyrir sig. Við erum búin að taka 2 álmur í Glerárskóla, en gerum núna ráð fyrir að halda áfram á árinu 2023 og 2024. Í Lundarskóla gerum við gerum ráð fyrir að hefja framkvæmdir við Lundarskóla eða leikskóla við Lundarskóla í lok tímabilsins á árinu 2024 og annað í fræðslumálum sem aðallega umferðar og öryggismál í kringum skóla og skólalóðir eru 294 milljónir króna. Þannig að þið sjá að við erum samtals að fjárfesta fyrir tæpa 2,9 milljarða á þessum 4 árum í fræðslumálum. Ef við horfum aðeins á fjárfestingar æskulýðs og íþróttamála þá sjáum við það að Nökk verið að taka til sín 145 milljónir króna á árinu 2021 og þar eru við að klára framkvæmdir sem eru hafnar núna í haust og menn hafa örugglega tekið eftir þegar það hafa keyrt eftir Drottningarbrautinni að þar að rísa stórt og tignarlegt hús. Við ætlum að fara í skautahöllina á árinu 2022 og síðan hefur við eyrnamerkt félagsvæði Káa á árinu 2023 og 2024 600 milljónir og hefum þegar átt ágætis viðræði við Káa nánari útfærslu á því. Við gerum svo ráð fyrir því að lyftan í Hlíðarfjalli komi inn í reksturinn á næsta ári og það eru 323 milljónir sem við þurfum að greiða vegna þeirra. Þannig að samtals þetta tæpa 1200 milljónir sem við erum að setja þetta í íþróttamál. Vissulega það svo að lyftan í Hlíðarfjalli
Hlíðarfjall B-hlutafyrirtæki en ég taldi rétt að taka það með þarna þannig að við sæjum svona hvað við erum að fjárfesta í þessum málaflokki. Ef við förum aðeins inn í fjárfestingar ýmsar þá erum við að sjá náttúrulega mikla framkvæmdir í götum og stígum og kannski aðeins tæpir 2,8 milljarðar sem við ætlum að framkvæma á næstu árum. Þar náttúrulega uppbygging og nýjar götur og endurbygging gatna í einhverju 1,5 milljarður. Við erum að gera ráð fyrir einhverjum 800 milljónum í stígar. Þannig að þetta eru stóra framkvæmdir sem við erum að sjá fyrir okkur á næstu árum og því ekki vanþörf á því að huga vel að gatnagerðargjöldum og hvernig við ætlum að fjármagna þetta til framtíðar. Ég held að það sé svona kannski eitthvað sem við þurfum að halda áfram að skoða eins og ég sagði hér áðan þegar við ræddum gatnagerðargjöldin og ég held að það sé svona líka veganesti fyrir nýja bæjarstjórn að loknu þessu kjörtímabili að halda áfram á þeirri vegferð. Við ætlum að framkvæma í Ráðhúsinu fyrir 1.350 milljónir króna. En spyrja sig sjálfsagt hvað ætlið að gera þar? Jú, eitt af því sem við höfum talað er að einfalda stjórnsýsluna og liður í því að koma allri stjórnsýsluna undir eitt þak, þar að segja undir Ráðhúsið. Við erum að leigja núna fyrir velferða og fræðslusvið út í Glerárgötu og ætlunin að flytja þetta allt saman undir Ráðhúsið. Við teljum með því að við munum spara 150 til 200 milljónir á ári þegar framlíða stundir. Bara vegna hagræðingar í rekstri. Þetta verður einfaldara og allt saman miklu betra í rekstri á okkar mati. Þannig að við fórum ákvæmlega vel í gegnum þetta. Bæjarstjórn lagði fram góða greinargerð með þessum tillögum og þetta sem sagt kemur þá og við höfum verið að auka í þetta núna á þessu ári, þar að segja eða fyrir næsta ára við setjum þarna inn 350 milljónir á næstu 4 ár. Við erum líka með þarna 380 milljónir sem svona áætlað 15% framlag í hjúkrunarheimili. Við erum búin að skuldbindingu til þess að greiða þetta 15% framlag og reiknaði með að nýtt hjúkrunarheimili lýsi við hlið lögmannslíðar. En þetta eitthvað sem ennþá bara á teikniborðinu en við gerum ráð fyrir því að þessi fjárfestingar verði á árinu 2023 og 2024. Og að sjálfsögðu þetta alveg óháð því hvort að við erum þó við séum að fara út úr þessum rekstri þá ber okkur að greiða fyrir 15% af uppbyggingu hjúkrunarheimila í sveitarfélaginu. Við erum þarna að sjá stofnbúnað sem ýmis stofnbúnaður í öllu kerfinu hjá okkur upp á 410 milljónir og aðra fjárfestingar eru líka þarna upp á 482 milljónir og þar eru ýmsar, við erum að sjá þarna framkvæmdir í Hofi, vegna atvinnumála, vegna umhverfismiðstöðvar og fleira. En samtals eru það 482 milljónir og samtals eru þarna aðrar fjárfestingar upp á 5,4 milljarðar króna. Ef við horfum aðeins á fjárfestingar B-hluta þá sjáum við að Norðurorka ætlar að fjárframkvæma fyrir 3,5 milljarðar rúma. Hafnarsamlegið með 500 milljónir tæpa og þeir hafa nú dregið verulega úr sínum áætlunum vegna þeirra stöðu sem að Hafnarsamlegið í þessa dagana. En vonandi mun Eyjólfur hressast og þá sjáum við kannski einhverja breytingar á þessu á komandi árum þannig að það svona kannski ekki alveg hægt að sjá fyrir sig hvernig þetta kemur til með að þróast. Við erum þarna með félagslega íbúðir sem við eyrnamerkt 630 milljónir króna og þar verum við líka inn í þeim liður við með stofnframlög til almenna leiguíbúða. Bifreiðastæðasjóður áætlaður 190 milljónir króna þarna í þessari áætlun okkar og strætó með 70 milljónir. Þannig samtals eru fjárfestingar B-hluta 4,8 milljarðar rúmir. Kannski höldum við aðeins áfram að við ræddum hér á fundinum á síðasta fundi að við þurfum aðeins að skoða 3 ára áætlunina. Það nú þannig sem sagt 3 ára áætlun eftir áætlun 2021, það nú þannig að fjárhagsáætlun 2021 eða næsta árs alltaf bindandi og þá ætlast til að við séum að vinna eftir þeirri fjárhagsáætlun og við leggjum mikla áherslu á það í þessari fjárhagsáætlun gerð að við takmörkum gerð viðauka og við vonumst til þess að við séum svona sjá fyrir svona helstu þætti á árinu 2021 en auðvitað aldrei hægt að sjá allt fyrir og ég bara rifja það upp að fyrir ári síðan satt ég hér og við vorum bara nokkuð bjartsýn á árið 2020. Það var nú heldur betur snúist í höndunum á okkur en þannig það erfitt að segja til hvernig árið kemur með þó róast en við erum samt sem ára samþykkja hér í dag fjárhagsáætlun fyrir það ár sem bindandi.
Varðandi 2022-2024 þá erum við að tala það er svona stefnumótandi, það er ekki bindandi fyrir sveitarfélagið en þó alltaf lagt fram með fjárhagsáætlun ársins. Og ef við skoðum aðeins fjárhagsáætlunar eða þessar forsendur sem í fjárhagsáætlun fyrir þessi 3 ár þar á eftir, þar að segja 22-24, þá gerum við ráð fyrir að hagvöxtur verði áfram jákvæður 3,1% árinu 2022 og farið síðan í 2,4 og 2,6 á árunum þar á eftir. Við erum að sjá verðbólguna og verðbólgan árinu 2022 2,6% og lækki síðan í 2,5% árunum þar á eftir. En nú aftur erum við að byggja þessar tölur á hagtölur sem koma frá sambandinu og hagstofunni og það er nú bara þannig að í öllum svona spám er gert ráð fyrir að verðbólga sé alltaf 2,5% til lengri tíma. Þannig að þetta er ekkert ókunnar tölur. En laun hækka samkvæmt kjarasamningum og við gerum ráð fyrir því að það sé í rauninni þýðir 3,6% hækkun launa á árinu 2022, 3,4% á árinu 2023 og síðan gerum við ráð fyrir árinu 2024 sambærilega hækkun þó ekki sé búið að semja nema til ársloka 2023. Við áætlum að íbúum muni fjölga 200 manns á öllum þessum út áætlunartímabilið. Útsvarsprósentar, við ætlum að nýta okkur hámarksútsvarsprósentina og ég held að það sé eitthvað sem að sveitarfélögin mun gera á næstu árum og jafnvel áratug. Það er gert ráð fyrir óbreyttu fasteignaskatti út áætlunartímabilið en við gerum ráð fyrir því að fasteignastofn hækki á árunum 2022 og 1,5% og 2% eftir það. Þegar við tölum fasteignastofni þá erum við bæði að taka tillit til einhverja lítilsháttar hækkunar á fasteignamati en eins líka erum við að gera ráð fyrir þeirri fjölgun sem verður á íbúðum eða íbúðum í sveitarfélaginu, íbúðum og fasteignum í sveitarfélaginu. Við gerum ráð fyrir að gjaldskrár á þessum árum hækki í takt við verðbólguspá og jöfnunarsjóður hann hækkar þarna samkvæmt þessari áætlun okkar 4,67% árinu 2022, 5,55% á 2023 og 5,43% árinu 2024. Ég tel að þessi, þá tel ég að þessi nálgun þarf að segja að gera þetta ekki með föstu verðlagi eins og við höfum gert heldur að taka inn þessa hagstærðir, það gefur okkur betri mynd af komandi árum og ég vænti að þessi vinna verði enn frekar þróuð hjá okkur og komið þannig til með að nýtast komandi bæjarstjórnum betur í áætlunargerð sinni hverju sinni. En ef við aðeins skoðum þetta hvernig þetta er þá á þessum sama tekið, ég er nú bara brá hér glæru sem er tekin upp úr greinargerð sem að fylgir og bæjarfulltrúar hafa fengið og mun verið lögð fram með áætlunni, að þá sjáum við bara hvernig þróunin er, að áætlunin gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaðan verði þarna. Nú er ég ekki með rétta glæru, en það er smáverið, ég var bara búinn að henda velvirðingu á því að það er ekki komin alveg rétta tölur, þetta er svona talatölur sem voru fyrir breytingar, en við sjáum þarna þó þróunina, hún er bara með þessum hætti að áætlun við sjáum að smátt og smátt með rekstrarniðurstaðan batna og við væntum þess að heildin verði komin í plús árinu 2024 og svo sjáum við þarna veltu frá rekstri, það muni aukast smátt og smátt til ársins 2024. Ég kannski ekki meira þetta að segja, en aðeins að loka orð. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Í ræðu minni við fyrri umræðu fór ég yfir ýmis atriði sem hafa mikil áhrif á rekstur allra sveitarfélaga í landinu, svo sem COVID, halla á málaflokki fatlaðra og þar með tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga auk annarra þátta. Það er ekki ætlan mín að tíunda það hér aftur í dag. Áherslur bæjarstjórnar hafa verið og hafa komið fram bæði hér í dag og við fyrri umræðu á íbúafundi sem og í fréttatilkynningu sem lögð var fram við birtingu á fjárhagsáætlunar. Í dag samþykkjum við fjárhagsáætlun 2021-2024. Okkur er öllum ljóst að við stöndum frammi fyrir stóru verkefni og mér finnst gott að ljúka máli mínu hér á að lesa upp framtíðarsýn okkar sem birtist í samstarfssáttmála bæjarstjórnar. Framtíðarsýn bæjarstjórnar til næstu 5 ára felst í að rekstur Akureyrarbæjar verði sjálfbær, að sveitarfélagið verði þekkt fyrir framúrskarandi skóla, lífsgæði og góða þjónustu með áherslu á stafrænar lausnir og íbúasamráð. Einnig að samkeppnishæfni sveitarfélagsins leiði til fjölgunar bæjarbúa og aukinna atvinnutækifæra. Þá er bæjarstjórn sammála að standa sérstaka vörð viðkvæmustu hópa samfélagsins og að setja hagsmuni barna og ungmenna í forgang. Hér í lokin
Vil ég fyrir hönd okkar bæjarfulltrúa þakka bæjarstjórn og nefndarfólki öllu gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunar og ennfremur vil ég þakka sérstaklega Dan Brynjarssyni, sviðsstjóra fjársýslusviðs og Kristínu Baldvinsdóttur, verkefnastjóra, sem og sviðsstjórum öllum fyrir þeirra vinnu við gerð fjárhagsáætlunar. Og mér fannst kannski táknrænt fyrir fjárhagsáætlun okkar að setja hér inn í lokin hjartað okkar í miðbænum. Út úr því má lesa svo margt, en ég ætla að leyfa hverjum og einum að lesa það sem hann vill. Læt hér lokið máli mínu og legg hér fram fjárhagsáætlun 2021 til 2024 til umræðu og samþykktar. Takk fyrir. Það hefur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson farið yfir og þakka honum kærlega fyrir þessa fínu yfirferð og fallegu lokaorð náttúrulega. Og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara til þess að segja að ég er gríðarlega sátt við þessa fjárhagsáætlun og ég er mjög sátt við leiðina sem við höfum ákveðið að fara í gegnum þessa kreppu sem við erum í og framundan er. Mér finnst mjög gott að við séum ekki að reyna að spara okkur út úr henni á sama tíma og mér finnst gott að við séum að nota tækifærið og leita hagræðinga af því að það er auðvitað þegar allt upp í loft eins og það er núna, þá eru alltaf tækifæri til þess að skoða hvað við getum gert betur og hvernig við getum gert hlutina betur og auðvitað óháð COVID og þeirri kreppu sem því fylgir þá þurftum við alltaf að fara í að skoða reksturinn, þannig að ég er bara mjög ánægð með þetta og ég tel að þetta uppfyllir mjög vel okkar samstarfssáttmála, það er að segja með áherslu á börn, ungt fólk og fólk sem stendur höllum fæti og þarf meira á samfélaginu að halda heldur en aðrir. En svo vildi ég líka bara þakka bæjarfulltrúa Guðmundi fyrir þessa rosalega fínu, góðu og upplýsandi kynningu. Mér finnst þetta alveg ferlega fínt og til fyrirmyndar að skýra málin svona vel út, ekki bara fyrir okkur sem þekkjum þetta orðið þokkalega vel en þeim sem á horfa. Þannig að og það eru auðvitað einhver smáatriði sem ég held að ábyggilega öll okkar getum sagt að maður hefði sjálfur vilja hafa einhvern veginn aðeins öðruvísi, en það eru ótrúlega mikil smáatriði og það er stóra myndin sem skiptir máli í þessu og ég er gríðarlega ánægð með hana. Takk. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka Guðmundi, bæjarfulltrúa Guðmundi aftur fyrir þessa yfirferð. Ég held að hann bara batni með hverjum fundinu. Þetta var mjög góð yfirferð hjá honum. Ég ætlaði bara aðeins að taka til máls af því að ég ætla sjálfsögðu að samþykkja þessa fjárhagsáætlun, en ég er ósátt við eitt lið sem kemur hérna inn á milli umræðna. Þar sem að bæjarstjórnin hefur samþykkt að veita 10 milljónir til styttingar vinnuviku hjá leikskólakennurum. Ég veit ekki betur en í kjarasamningi tekið skýrt fram að þeir ekki að falla kostnaður á sveitarfélag vegna styttingar vinnuviku hjá leikskólakennurum. Og auðvitað ætti að fylgja með í svona dæmi einhverja leiðbeiningar til þess að sé hægt að ganga frá þessu fljótt og vel. En þarna er verið að veita 10 milljónir til þess að fresta að þetta verið tekið til laga hjá þeim, að þeir geti aðlagað sig þessari styttingu. Og mér finnst þetta algjör óþarfi og það er alveg ljóst að það hefur verið nægur tími til þess að laga þetta. Og við sjáum bara til dæmis að það eru ansi mörg bæjarfélög búin að því, til að mynda Hafnarfjörður og Mosfellsbær ásamt fleirum. Og þegar við erum að leita allra leiða til þess að spara í kerfinu, þá finnst mér ansi hart að bæjarstjórn skuli leka peningum með þessum hætti. Það svona dregur svolítið úr trúverðugleika okkar. Og það sem kannski er slæmt í þessu, þetta er mjög slæmt fordæmi. Og ég kannski hjó eftir einu þegar verið að ræða þetta, þegar það var spurt það hvað myndi gerast ef við myndum ekki veita þessa fjárhæð, að þá var svarið það að sennilega yrði þetta klárað. Samt er tekin þessi ákvörðun. Mér finnst þetta bara ansi slæmt. Og í ljósi þessa þá vil ég bóka út af þessu ásamt bæjarfulltrúa Þórhalli Jónssyni.
Og bókun svohljóðandi í kjarasamningu vegna styttingu vinnuvikunnar hjá leikskólakennurum er tekið fram að ekki eigi að koma til kostnaðarauka hjá sveitarfélögum heldur eigi að hagræða á móti styttingunni án þjónustuskerðingar. Nægur tími hefur til þess að fara í þessa vinnu og hafa til að mynda sveitarfélög eins og Hafnarfjörður og Mosfellsbær lokið þessari vinnu hjá sér. Nú þegar Akureyrarbær að leita allra leiða til að spara þá er það óskiljanlegt að bæjarstjórn skuli ráðstafa 10 milljónum í það að gefa frest til þessara hagræðingar í 3 mánuði. Bæði er þetta vont fordæmi og afar vond ráðstöfun á fjárheimildum bæjarsjóðs. Takk. Það bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu og næstökti máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvini kærlega fyrir þessa yfirferð og vil taka eiginlega bara heils hugar undir með henni Sóley. Mér finnst þetta, við höfum náð eftir auðvitað og eins og við heyrum hér á fundinum og það er alveg einstaka atriði sem að fólk hefur skipt skoðanir á. Ég held að stóra málið sé að við séum í sóknarhug. Það er einhvern veginn upplifunin að það sé allt að gerast á Akureyri. Það er uppbygging og það er alls konar framundan bæði hjá ríki og sveitarfélagi þrátt fyrir heimsfaraldur. Við erum að sjá uppbyggingu miðbæjar, við erum að sjá ríki koma inn með alveg ofboðslega flotta hluti, legudeildum sjúkrahúsi, 2 nýjar heilsugæslur, flugstöð, flughlað á sama tíma og við erum í þessum faraldri. Auðvitað ýmislegt sem við þurfum að gera til þess að hagræða í rekstri og munum þurfa að halda áfram að gera en í miðjum heimsfaraldri er algjörlega óásættanlegt að henda í handbrems. Og að svona stóra myndin er ég ofboðslega ánægð með þessa niðurstöðu. Við erum búin að vinna náttúrulega óhemju mikið þessi hópur sem situr hér í dag og ég vil bara nýta tækifæri og þakka ykkur öllum fyrir ofboðslega góða samvinnu og gagnlegar og gagnrýnar umræður. Það eru nú margir sem halda því fram að við séum öll ein kærleiksbangsa samkoma sem að getum aldrei gert neitt nema allir séu sammála í einu og öllu. En það er nú, ég held að sé nú flesta brosa á skjánum því það er auðvitað ekki rétt en við náum samt að sýna virðingu í okkar samskiptum og að koma okkar sjónarmiðum á framfæri þannig sem að ég held að sé til alveg ofboðslega mikilla fyrirmyndara því það er allt í lagi að vera sammála, vera ósammála en að geta setta fram einmitt með virðingu og syni hugsjón á framfæri, kannski bara eins og bæjarfulltrúi Hlynur var að gera áðan þó ég sé ósammála að þá er það alveg hægt. Og ég held að við séum að gera okkar allra besta og svo sannarlega búin að vinna mikið og ég vil einmitt líka senda þakklætiskveðjur til starfsmanna bæjarins sem ég veit að hafa verið undir ofboðslega miklu álagi allstaðar í kerfinu og í rauninni við öll sem samfélag inn í þessum heimsfaraldri. Ég hef alveg brjálæðislega mikla trú á Akureyri og ég held að við eigum eftir að fara á fulla ferð áfram þegar að faraldrinum slotar og það er hvergi nærri vinnu okkar lokið en það ýmislegt sem þarf að gera í rekstrinum. En mér finnst þetta til ofboðslega mikilla fyrirmyndar og ég er stolt af því að vera þátttakandi í þessari bæjarstjórn. Takk. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt á aðrir þakka Guðmundi kærlega fyrir yfirferðina. Þetta var mjög skýrt og greinlegt og rosa gott að hafa svona glærur og lýsandi bæði fyrir okkur og þá sem að horfa. En ég vil líka bara þakka fyrir bara mjög gott samstarf. Mér upplifi það að hér ríki traust og ég held að það sé eitt af mikilvægasta sem að við höfum. Og þetta hefur gengið vel. Auðvitað höfum við alls ekkert alltaf verið sammála og við höfum öll þætti þarna inni sem við viljum ekki hafa og einhverja sem að við höfum þætti sem við vilja sjá aðeins öðruvísi en svona er bara samstarf. Þú þarft að gefa eftir og þú færi þínu líka framgengt á einhverju leyti. En ég er reyndar á því að þó að við séum orðin þreytt og þetta búið að vera mikil vinna og eins og Hilda Jana kom inn á rosa mikið álag á starfsfólki, það er COVID og svo kemur erfið fjárhagsáætlun að vinna, að ég vona bara að allir geti tekið gott jólafrí og hlaðið batteríin en ég er nefnilega á því að þegar nýtt ár hefst þá hefst líka mikil vinna. Við erum bara rétt að byrja að moka, myndi ég segja. Það er fullt af hagræðingar aðgerðum sem við eigum eftir að fara í þó að þessi fjárhagsáætlun sé komin fram að þá heldur þessi vinna áfram og ég held að sé fullt af tækifærum og við vitum það sjálf, við erum með alveg fullt af verkefnum á borðinu sem við þurfum að greina betur, fá tölur fram og ræða frekar áður en kemur til framkvæmda.
en ég held að fyrstu mánuðir næsta árs verði líka erfið vinna og við erum öll tilbúin að bretta upp ermar og höfum verið þar og ég held að þetta hafi verið rétt ákvörðun að setja alla upp á dekk. Ég held að bærinn hafi þurft á því einmitt að halda á þessum tímum sem nú eru. Þannig að ég bara lýsi því yfir að ég ánægð með að við höfum farið í þetta samstarf og ég reyndar þó að við þurfum að fara að moka og það sem mikið verkefni hjá okkur, þá er ég samt rosa bjartsýn á framtíðina og ég held að það séu rosa mörg tækifæri fyrir Akureyri og ég er rosalega ánægð við sem að setja fókus á atvinnulífið. Ég er búin að tala fyrir því síðan 2014 og við þurfum að gera greiningu á fyrirtækja og íbúamarka og nú er það komið og ég held að allir séu núna sammála um að það sé rétt ákvörðun og við ætlum að endurskoða atvinnustefnuna í framhaldinu, finnst mér bara gríðarlega mikilvægur þáttur. Eins er ég mjög ánægð með það að við ákváðum að hækka ekki fasteignagjöld, við erum að hækka gjöld annars staðar í kerfinu þar sem það hefur kallað á vegna framkvæmda í Norðurorku. Þannig að ég er mjög ánægð með þá þætti og ég tek undir með Sólu, við erum að ná þessum áherslu að standa vörð um viðkvæma hópa og börnin og mér finnst það bara skína í gegn í þessari fjárhagsáætlun. Þannig að ég er bara mjög sátt við það. Ég reyndar áhyggjur af jöfnunarsjóðunum, ég hef áhyggjur af eins og Guðmundur Baldvin kom inn á, tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga og það er bara ærið verkefni fyrir okkur að fara í. Það er svona, þegar við erum að sjá kannski loksins til enda varðandi öldrunarheimilina þá tekur annað verkefni við og ég held að það verkefni verði mjög stórt. En ég vil líka bara eins og Hilda Jana og Sól koma inn og Guðmundur Baldvin þakka starfsfólki eins og ég sagði, þetta búið að vera gríðarlega mikið álag á það og mér finnst það búið að standa sig alveg eins og hetjur. Hvort sem að fólk er að standa á gólfinu og þjónusta eða sviðsstjórar eða aðrir, maður er bara, já, maður er bara virkilega stoltur af hvernig fólk hefur leyst úr alveg ótrúlegustu málum á svona erfiðum tímum eins og nú eru. En ég held að 2021 verið alveg rock ár og ég er algjör Pollyanna þannig að ég horfi bara bjartsýn á framhaldið og á okkar samstarf hér í bæjarstjórn. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sinni. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Þetta getur bæjarfulltrúar. Kannski aðeins vegna þessara umræðu, eða það er alltaf bara verið þannig að við erum komið fram að við erum hér öll sammála eða mestu leyti, en það er hins vegar þannig að við höfum líka tekist á og erum að ræða hlutina í botn og ég held að það sé svo mikilvægt á þessum tímum að við stöndum saman þegar að við tökumst á við svona holskeflu sem að við höfum lent í vegna COVID og ég vil bara þakka það. Svo ákvörðun að við steyptum allri bæjarstjórninni saman í einn meirihluta er mikilvæg og eins og Eva Hrund bæjarfulltrúi kom inn á eða einhver kom inn á hér áðan að þá eru allar hendur komnar upp á dekk sem ég stel vera mikilvægt og ég vil bara þakka formönnum og bæjarfulltrúum fyrir þeirra störf. Ég meina það hefur létt vinnu mína verulega varðandi þessa upptalningu sem hér fór áðan að það eru allir að vinna verkin sín og þetta þýðir það að þetta verður allt saman einfaldara. Ég er búin að lesa svona tölur upp í 7 ár og bæjarfulltrúi Hlynur kom upp og ég var alltaf að skána, ég þakka það. Sennilega þetta bara reynslan en hins vegar er það einhverju síður þannig að þetta er mikilvægt að finna það að fólk er allt tilbúið að taka þátt í þessari vinnu og vill bæjarfélaginu hið besta og við erum öll samstiga í því að gera eins vel og við getum í því ástandi sem við erum að glíma við þessa dagana. En ég er fyrst og fremst bara eins og hefur komið fram, ég er fyrst og fremst stoltur af því að taka þátt í þessari vinnu og ég líka vil endurtaka það afskaplega ánægður með hvernig starfsfólk bæjarins hefur unnið á þessum erfiðu tímum. Það hefur þurft að leggja mikið á sig og ég held að við séum öll komin að það tímapunkt að við erum að fara að hlakka til jólanna
og svo að sjálfsögðu hlökkum við til næsta ár sem verður vonandi betri tíð með bóluefni. Takk fyrir. Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þá vil ég nú bara taka undir með öðrum sem hafa talað hérna og þakka, og ég er ofsalega glöð fyrir þetta samstarf. Það mér finnst það hafa gengið vel. Það er farið, það tók svona smá tíma að slípast saman, en nú erum við komin öll í takt og erum að sýna það í raun með þessari fjárhagsáætlun og þessu sem þið hefur verið að segja hérna áður, og svo vil ég jafnframt þakka starfsfólki. Það er alveg ómetanlegt að hafa starfsfólki með okkur í þessu og sviðsstjórana og svo alveg niður úr og niður á gólf. Þetta er ekkert, það gerir enginn, hvað segir maður, raskat einn, við erum í þessu saman. Þannig að nú ætla ég þá bara að bera upp, og fjárhagsáætlunin er borin upp í nokkrum hlutum. Þannig að fyrst þá er það rekstrarniðurstaða aðalsjóðs 2021 að fjárhæð mínus 2.138.039.000 krónur og niðurstaða efnahagsreikningi 2021 að fjárhæð 14.937.472.000. Þeir sem geta samþykkt það gefum merki. Það eru 11. Þá er það næstar A-hlutastofnanir, eignasjóður gatna með rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 45.895.000. Fasteignir Akureyrarbæjar, rekstrarniðurstöðu 2021 að fjárhæð 747.090.000. Framkvæmdamiðstöð, rekstrarniðurstöðu 2021 að fjárhæð mínus 4.853.000 ætla ég að segja, og þeir sem geta samþykkt þessa þrjá liði gefið merki. Það er eins gott að lesa tölurnar rétt, það er 11 takk. Þá er komið að samstæðureikningi. Samstæðureikningur A-hluta með rekstrarniðurstöðu 2021 að fjárhæð mínus 1.349.907.000 og niðurstaða efnahagsreikningi 37.373.837.000. Þeir sem geta samþykkt það gefið merki. Það er 11. Það eru B-hlutastofnanir, Bifreiðastæðasjóður Akureyrar, rekstrarniðurstaða mínus 4.641.000. Byggingasjóður Náttúrufræðistofnunar, rekstrarniðurstaða 123.000. Félagslegar íbúðir, rekstrarniðurstaða mínus 9.191.000. Gjafasjóður öldrunarheimila Akureyrar, rekstrarniðurstaða 0. Hafnasamlag Norðurlands, rekstrarniðurstaða mínus 17.415.000. Hlíðarfjall, rekstrarniðurstaða mínus 227.000. Norðurorka, rekstrarniðurstaða 363.162.000. Strætisvagnar Akureyrar, rekstrarniðurstaða 239.000. Þessar áætlanir, þeir sem geta samþykkt það gefið merki. 11 takk fyrir. Þá er það samstæðureikningur Akureyrarbæjar sem sagt á B-hluti með rekstrarniðurstöðu að fjárhæð mínus 1.111.001.000 og niðurstöðu efnahagsreiknings að fjárhæð 61.103.714.000. Þeir sem geta samþykkt það gefið merki. Ég held að svolítið tíma að taka þetta upp og setja það niður á skjánum. Það er 11 takk fyrir. Þá er það framkvæmda yfirlit. Aðalsjóður 1.820.000.000. A-hluti 2.427.000.000 og B-hluti 1.811.850.000. Já, nú er ég að lesa þetta vitlaust. Það er sem sagt aðalsjóður 1.820.000,
A-hluti 2.427.000, B-hluti 1.811.850.000 og samantekin á B-hluti 4.238.850.000. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það eru 11, glottir myndir, sko, vandræði með þessar tölur hérna. Þá það starfsáætlanir, bæjarstjórn felur nefndum og ráðum að yfirfara starfsáætlanir í samræmi við stjórnendur og gera á þeim þær breytingar sem nauðsynlegar eru með tillit til fjárhagsáætlunar Akureyrarbæjar og bæjarstjórn mun svo taka starfsáætlanir til umræðu. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það eru 11. Og þá að kaupa á vörum og þjónustu. Nýta skal kosti almennra útboða við framkvæmdir og vöru og þjónustukaup. Þar sem því verður við komið, sérstök áhersla verður lögð á að ná ýtrustu hagkvæmni í innkaupum og meta skal endurnýjun þörf búnaðar sérstaklega. Gerða skuli þjónustusamninga við félög, fyrirtæki og stofnanir á þeim sviðum sem hagkvæmni slíkra samninga getur notið sín. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það eru 11. Og þá áherslu við framkvæmd fjárhagsáætlunar 2021. Bæjarstjórn ítrekar tilmæli til stjórnenda bæjarins að gæta ýtrasta aðhalds í öllum rekstri bæjarins á árinu 2021. Mikilvægt að allri yfirvinnu sé haldið í lágmarki og þeim eindregnu tilmælum beint til stjórnenda að meta vandlega yfirvinnuþörf og leita leiða til að draga úr henni. Jafnframt skulu stjórnendur meta sérstaklega þörf á nýráðningum og möguleika á hagræðingum með breyttu verkferli þegar störf losna. Allar slíkar breytingar þarf að leggja fyrir viðkomandi nefnd og bæjarráð. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það eru 11. Þá erum við búin að greiða atkvæði þetta og bæjarstjórn lítur svo á að með afgreiðslu frumvarpsins hafi verið afgreitt erindi og tillögur fjárveitingar sem borist hafa bæjarráði og vísað hefur verið til gerðar fjárhagsáætlunar. Ég lýsi því yfir að 10. liður dagskrárinnar ásamt 7. lið í fundargerð bæjarráðs frá 10. desember 2020 sé þar með afgreitt. Og þá komið að 11. lið á dagskrá, það breyting á aðalskipulagi í Holtahverfi. Til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það nú ekki létt að samþykkja svona fjárhagsáætlun. Þannig að maður svona aðeins fyrir hjartanu. En næst taka við skipulagsmál og við þurfum að rúlla í gegnum nokkur skipulagsmál og við byrjum hér í Holtahverfi breytinga á aðalskipulagi. Liður 1 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 9. desember 2020. Lögði fram tillaga breytinga á aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 fyrir íbúðasvæði IB17 og IB18 til samræmis við tillögu að deiluskipulagi fyrir svæðið sem hefur verið í vinnslu. Bæjarstjórn samþykkti sambærilega tillögu sem óverulega breytingu á fundi 20. október síðastliðinn en skipulagsstofnun féllst ekki á það og að fara þyrfti með breytinguna sem verulega breytingu á aðalskipulagi. Var tillagan kynnt með auglýsingu sem birtist 25. nóvember 2020 og felur í sig breytingu á ákvæðum greinargerðar varðandi áætlaða skiptingu íbúðategunda, hæð húsa og fjölda íbúða. Nú liggur fyrir umsagnir frá Hörgársveit og Minjastofnun auk 3 athugasemdabréfa frá íbúum á svæðinu. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010, samhliða tillögu að deiluskipulagi svæðisins. Það hefur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið laust sem enginn hefur kvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt að setja þetta í auglýsingu, gefið merki. Það eru 11. Takk fyrir það. Þá komið á næsta lið á dagskrá sem Holtahverfi norður deiluskipulag og til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson.
Forseti ágætu Alla, fyrirgefðu, ég opna rétt upp hend. Ég þarf að lýsa vanhæfi mínu í þessari umfjöllun þessa máls. Ég hef gert það í skipulagsráði og í rauninni að systir mín og mágur eiga hagsmuna að gæta varðandi þetta deiliskipulag og hafa komið fram athugasemdum sínum við það og ég er þar að vanhæfur í þessu máli og óska eftir því að bæjarstjórn greiði atkvæði þar og víkja fundi á meðan að gengi frá málunum. Já, takk fyrir það. Þeir sem geta samþykkt að vanhæfi Guðmundar Baldvins Guðmundssonar gefa merki. Þú mátt þá víkja, það eru 11 sem samþykkja það. Og býðum við augnablik, þá ég gef Þórhalli aftur orðið. Og þá gef ég bæjarfulltrúa Þórhalli Jónssoni orðið, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér lögð fram tillaga deiliskipulagi Holtahverfis norður sem nær til svæðisins suðvestan og norðaustan við Krossanesbraut frá Undirhlíð og norður að Hlíðarbraut. Drög að tillögu voru kynnt fyrir íbúum og öðrum hagsmunaaðilum í september síðastliðinn. Tillagan var lögð fram með nokkrum breytingum til að koma til móts við athugasemdir og ábendingar sem bárust. Deiliskipulagi felur í sér að breyta þarf afmörkun deiliskipulagsins, Sandgerðisbótar og deiliskipulagi Stórholts, Lyngholts, auk þess sem að deiliskipulag Undirhlíðar Miðholts og Einholts 20-26 falla úr gildi. Guðmundur Baldvin Guðmundsson náttúrulega, vék að fundi og vanhæfur en skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulag Holtahverfis verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 samhliða breytingu á aðalskipulagi svæðisins og breytingum á núgildandi deiliskipulagsáætlunum sem að nýtt deiliskipulag nær til. Gera þarf minni háttar lagfæringar og gögnum áður en að verða auglýst. Það bæjarfulltrúi Þórhalli Jónsson lokið máli sínu, orðið laust. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt að setja þetta í auglýsingu gefum merki. Það eru 10, takk fyrir það. Það ætla ég að senda honum skilaboð hérna honum. Velkomin á fundinn aftur. Takk fyrir það. Það er komið að 13. lið á dagskrá. Það er tjaldsvæðisréttur, breyting á aðalskipulagi til málstekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, liður 3 í fundargerð skipulagsráðs, dagsett 9. desember 2020, lögðu fram tillaga breyting á aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 sem nær til tjaldsvæðisreits við Þingvallastræti og lóðar nr. 20 við Skarðshlíð. Felur breytingin í sér að svæði milli byggðavegar, Þingvallastrætis, Þórunnarstrætis og Hrafnagilsstrætis er skilgreint sem miðsvæði. Þar sem meðal annars verður gert ráð fyrir byggingu heilsugæslu, auk íbúðabyggðar til viðbótar við starfsemi sem er á svæðinu, það er verslun og fleira. Þá er gerð breyting á ákvæðum íbúðasvæðis merkt IB19 sem felur í sér að heimilt verður að byggja heilsugæslu á lóð nr. 20 við Skarðshlíð, auk íbúða á efri hæðum. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði kynnt samkvæmt annarri málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Það er bæjarfulltrúi Þórhalli Jónsson lokið máli sínu, orðið laust. Sem enginn næstöktu máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Við höfum svo sem tekið nokkrar umræður þetta staðsetningu á heilsugæslunni í norðurbænum eins og köllum við að það sé hér norðan við Glerárna og svona kannski sýnist hverjum staðsetninguna við Skarðshlíð. Þetta er alltaf búið að vera lengi í umræðunni en hins vegar þarna er ég ekkert endilega viss að Skarðshlíð sé besti valkosturinn í stöðunni en við höfum svona aðeins rætt þetta en ég set mig samt ekki á móti því að
það sé gengið fram með þessari tillögu, það er að segja ég mun samþykkja hana, en ég hef hins vegar haft ákveðna efasemdir þessa lóð einhvað síður en ég vil alls ekki að málið tefjist með einum hætti. En hins vegar maður veltir alltaf fyrir sér eins og við höfum verið að ræða bæjarfulltrúar það hvort það væri aðrir möguleikar í stöðunni. Það hefur svo sem ekkert verið rætt til þrautar en ég mun alltaf samþykkja þessa vegna þess að við erum þá að halda áfram að vinna af því sem við höfum verið að stefna en ég held að ég hefði viljað sjá einhverja aðra kosti skoðað í stöðunni en þetta er bara mín skoðun. Takk fyrir það. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil taka undir með Guðmundi Baldvin, bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin, varðandi staðsetninguna en það sem að mér finnst mikilvægt í þessu máli að við höldum áfram með þessa tillögu þannig að við tefjum ekki málið þó að á seinni tímum hafi komið kannski fleiri valkostir inn í myndina sem er vert að skoða, þá tel ég til þess að við séum ekki að tefja uppbygginguna á heilsugæslustöðvunum, þá tel ég mikilvægt að við samþykkjum þetta hér í dag, en jafnframt tel ég að við ættum að skoða meðan það er ekki lengra komið, af því að við erum nú að hugsa þetta til næstu 50 ára og erum að fara að byggja stórt hverfi úti í þorpinu fyrir norðan Glerá, að við þurfum kannski að hugsa betur út í þessa staðsetningu varðandi umferð og aðkomu og uppbyggingu. Þarna í Skarðshlíðinni er ekki miklu möguleikar á uppbyggingu í kringum heilsugæslu, apótek og fleira. Það er ekki mikið pláss og fyrir utan það þá er þetta fyrsta lóðin sem við ætluðum raunverulega að selja hérna og fá einhverjar auknar tekjur inn á, af því að þetta er mjög eftirsótt lóð til þess að byggja fjölbýlishús á. Þannig að ég legg til að við samþykkjum þetta í dag svo að við tefjum ekki máli en skoðum jafnframt aðra kosti. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla ekkert að hafa þetta langt en ég vil bara opinberlega taka undir orð bæði Þórhalls og bæjarfulltrúa Þórhalls og Guðmundar Baldvins. Með það að ég tel rétt og ættum að skoða jafnvel fleiri kosti heldur en Skarðshlíðina en vil alls ekki tefja málið, þess vegna mun ég samþykkja í dag. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Ég ætla kannski að biðja varaforseta aðeins að taka stjórn og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Takk fyrir það. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla líkt á Eva Hrund bara að taka undir með bæjarfulltrúa Þórhalli og Guðmundi Baldvini að við eigum að skoða frekar aðra möguleika en tefji ekki málið og afgreiða þetta hér í dag. Þannig að ég mun samþykkja það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og farið inn eftir stjórn fundarins. Takk fyrir það og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Þetta er mjög skemmtilegt fyrirkomulag. En forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég tel bara aðalega að það sé alveg ofboðslega mikilvægt að það verði ekki tafir á þessu verkefni og að heilsugæslur rísi það allra fyrsta hér á Akureyri og að það verði engar tafir á því. Ég held að það skipti gríðarlega miklu máli fyrir íbúa og heilsugæsluna að það gerist hratt og örugglega. Ég held að þessi kostur sé bara ákaflega fínn. Ekkert endilega vissum að aðri séu betri og það hefur náttúrulega farið fram greining og mat á því, en ef að talið er að hægt sé að skoða aðra kosti á skömmum tíma, hratt og örugglega, að þá er það svo sem allavega mér að meinalausu, en stóra málið er að bæjarstjórn Akureyrar eða Akureyrarbær má ekki verða hraðahindrun á því ferli að hér rísi ný heilsugæsla, ný bygging undir heilsugæslu sem að þjóni bæjarbúum með öflugum hætti. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt að þetta mál fari í kynningu, gefið merki. Það eru 11. Takk fyrir það. Þá er komið að 14. lið að dagskrá, Gilsbakkavegur, breyting á deiliskipulagi. Til máls tekur bæjarfulltrúi
bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, liður 6 í fundargerð skipulagsráðs frá 9. desember 2020 lögðu fram að nýju að lokinni auglýsingu tillaga breyting á deiliskipulagi miðbæjar Akureyrar sem nær til lóðarinnar Gilsbakkavegs 15 og svæði sunnan við hana. Málið var áður á dagskrá skipulagsráðs þann 25. nóvember síðastliðinn. Til viðbótar við athugasemd sem barst á kynningartíma og tillögu umsókn efni athugasemda nú lagt fram nýtt erindi frá umsækjanda dagsett 3. desember 2020, auk nýrra mynda sem sýna fyrirhugaðar breytingar. Borist hefur bréf dagsett 4. desember 2020 þar sem innkomin athugasemd dregin tilbaka. Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði samþykkt og að sviðsstjóra skipulagssviðs verði falið að sjá gildistöku hennar. Arnfríður Kjartansdóttir vaflista greiddi atkvæði í skipulagsráði gegn tillögunni af breytingu deiliskipulags og óskaði bókað umrædd stækkun á Gilsbakkavegi 15 sé of mikil og ef að þörf á lyftu ætti frekar að skoða hvort koma mætti henni fyrir norðan á húsinu eða láta nægja að byggja lyftu og ekkert annað í skotinu sunnan á húsinu. Byggingamagn á reitnum nú þegar mjög mikið og ástæðulaust að auka það enn frekar. Meðal annars vegna þess að slíkt geti verið fordæmisgefandi, auk þess ætti Akureyrarbær ekki að taka á sig kostnað við að færa til götu vegna byggingaframkvæmda einkaaðila. Og mikilvægt að teppa ekki umferð að heilsugæslunni á meðan hún enn á núverandi stað. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég mun greiða atkvæði gegn þessu máli og legg fram bókun sem nú hljómar mjög svipað og bókunin sem að fulltrúi VG í skipulagsráði lagði fram, en ég ætla nú að lesa hana fyrir ykkur svona með mínum eigin orðum. Ég tel umrædd stækkun á Gilsbakkavegi 15 sé of mikil og ef þörf á lyftu ætti frekar að láta skoða hvort koma megi henni fyrir norðan á húsinu eða láta nægja að byggja lyftu og ekki annað í skotinu sunnan á húsinu. Byggingamagn á reitnum nú þegar mjög mikið og ástæðulaust að auka það enn frekar, meðal annars vegna þess að slíkt gæti verið fordæmisgefandi. Auk þess tel ég alls ekki að Akureyrarbær eigi að taka á sig svo stóran hluta kostnaðar við framkvæmdina. Að mínu mati mikilvægt að framkvæmdirnar fari ekki af stað fyrr en heilsugæslan hefur verið flutt á nýjan stað. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég nú eiginlega bara með spurningu til bæjarfulltrúa Þórhalls út af þessu. Mér svolítið sérstakt að Akureyrarbær sé að greiða þetta. Ég langar bara að vita hvort okkur beri að gera það eða af hverju við greiðum. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Hvort okkur ber að greiða þetta. Ef einhverjum tímapunkti stóð til og stendur til að fara í lagfæringu á þessum vegi og þarna samið hlutdeild í kostnaði og þessi samningur gerður milli umsa og þeirra. Skipulagsráð kemur ekki að þeim samningi en eins og ég segi, þeir eru búin að fullyrða eða segja að þeir komi ekki til með og það verði ekki farið í neina framkvæmdir sem að loka aðgengi að heilsugæslustöðinni á neinum tíma og heldur að það verði farið í þessar framkvæmdir á þeim tíma sem að báðum aðilum hentar, Akureyrarbæ og þeim sjálfum. Þannig að við erum með ýmsar breytingar þarna fyrirhugaðar á götur og annað. Þannig að þetta ákveðna samleið. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið laust. Sem fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt þetta gefur merki. Það eru 10 og þeir sem á móti 1. Sóley. Þá komið að
15. lið á dagskrá. Það er fundaráætlun bæjarstjórnar. Þar er að jafnaði gert ráð fyrir að fundir verði haldnir 1. og 3. þriðjudag hvers mánaðar. Við tökum fundarhlé yfir sumarmánuðina, það er júlí og ágúst. Það verður ekki fundur 1. þriðjudaginn í janúar og síðan ekki 7. apríl heldur, það því að það er rétt eftir páska. Að öðru leyti heldur þessi fundaáætlun og hún er lögð þér fram til samþykktar. Orðið er laust. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þessi geta samþykkt hana gef merki. Það er 11. Þá er komið að síðasta lið á dagskrá að skýrsla bæjarstjóra, til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú málanna síðustu vikurnar fyrir utan að sjálfsögðu fjárhagsáætlunarvinnu hefur verið fyrirhuguð yfirfærsla á rekstri öldrunarheimilina frá Akureyrarbæ til ríkisins. Þegar samningu var sagt upp síðasta vor var lagt upp með að þetta gengi greiðlega fyrir sig og myndi klárast fyrir áramót. Því miður hefur raunin orðið önnur. Það er alveg ljóst að Akureyrarbær ætlar ekki að reka hjúkrunarheimili enda er það lögbundið hlutverk ríkisins. Hins vegar höfum við nú að ósk heilbrigðisráðherra og sjúkratrygginga fallist á að annast rekstur öldrunarheimila Akureyrarbæjar út apríl 2020 en með breyttum áherslum sem munu lækka kostnað og bæta þjónustu við eldri borgara og ef við sérstaklega lítum til framtíðar. Þetta mun verða sveitarfélaginu að kostnaðarlausu. Þannig mun Sjúkratryggingum Íslands gefast ráðrúm til að hnýta lausa enda sín megin frá og vonandi ljúka þessu máli loks með farsælum hætti. Og það er engin ástæða til þess að trúa öðru. Ófáfundi vegna þessa hef ég setið síðustu 2 vikurnar og fundir vegna COVID-19 hafa líka verið fyrirferðarmiklir en hægst hefur á þeim hér eftir að Norðausturland var lýst smitlaust í lok síðustu viku. Þriðjudaginn 8. desember var fundað miðlæga stjórnsýslu og fyrirhugaða viðbyggingu við Ráðhúsið en undirbúningur að byggingu hennar er hafinn. Áætlað er að hægt verði að spara 200 milljónir á ári með þeirri hagræðingu sem hlýst af því að hafa alla stjórnsýslu Akureyrarbæjar á einum stað. Sama dag, þriðjudaginn 8. var ég fundarstjóri á opnum kynningafundi á netinu fjárhagsáætlunina Akureyrarbæjar. Óhætt er að segja að sá fundur hafi tekist með miklum ágætum og ég geri það hér með að tillögu minni að við höldum mun fleiri slíka kynningarfundi mikilvæga málefni með þessum hætti á netinu. Jafnvel þótt að COVID-19 verði horfið veg allrar veraldar sem vonandi verður sem fyrst. Fjarfundur á netinu hafa einfaldlega sannað gildi sitt. Og föstudaginn 12. desember átti ég síðan fund með fjármálaráðherra þar sem rætt voru framlög ríkisins til menningarmála á Akureyri en nýr menningarsamningur er í farvatninu og að sjálfsögðu bar þar yfirfærsluna á rekstri öldrunarheimilina til ríkisins einnig á góma. Að lokum vil ég þakka bæjarstjórn Akureyrar frábært samstarf á árinu sem er að líða og ég vona að þið hafið það notalegt á aðventunni og yfir jólin. Og ég óska öllum íbúum Akureyrarbæjar gleðilegra jóla. Þá hefur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og þar sem þetta er síðasti fundur bæjarstjórnar á árinu. Vil ég nota tækifærið og óska bæjarfulltrúum, starfsmönnum bæjarins, fjölskyldum þeirra og Akureyringum öllum, nær og fjær, gleðilegra jólar og farsældar á nýju ári og megi árið 2021 verða okkur öllum gjöfult. Og þá tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er í fyrsta skipti sem ég nægi að vera aldursforseti í þessum ágæta hópi hér í bæjarstjórn. Sakna Gunnars sem hefur séð þetta síðustu árin en ég vil nota þetta tækifæri og óska forseta og hennar fjölskyldu gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári fyrir hönd okkar bæjarfulltrúa. Takk fyrir. Takk fyrir það og eftirtaldar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 3. og 10. desember,
Bæjarráð 3. og 10. desember, frístundaráð 2. desember, fræðsluráð 7. desember, skipulagsráð 9. desember, stjórn Akureyrarstofu 3. desember, umhverfis- og mannvirkjaráð 27. nóvember, velferðarráð 2. desember og hægt að nálgast allar þessar fundagerðir á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið klukkan 17:37. Takk fyrir góðan fund.